Þetta staðsetningakerfið AIS sem svo tengt meðal annars við marintraffic.com og í gegnum það fáum við upplýsingar það hvar skip við förum inn á þennan vef og gáum að skipaumferð í kringu landið eða jafnvel í öllum heiminum með svo börundir. Það orðið skylt að vera með þetta tæki borð í öllum skráningarskyldum skipum og þetta tengt við vaktstöð siglinga og þeir fylgjast þar með ferðum allra skipa sem með þetta og þetta mikið öryggismál og til dæmis hafa menn sagt sögur af því að ef að tækið hefur hætt að senda út í 30-40 mínútur að þá hafa þeir hringt í þá frá vaktstöð siglinga og spurt hvort það ekki sé allt í lagi. Hér gamalt kerfi til þess að mæla hraða skipa. Þetta reyndar ekki elsta aðferðin en hún svolítið öðruvísi en þetta samt svolítið í þá átt. Þannig að flundran sem þarna, þetta eins konar skrúfa sem snýst í hringi og hún var þá tengd við vegmælirinn sem var þá staðsettur utan á borðstokknum á skipinu. Og þegar skipið sigldi þá snýrist flundran og logglínan sem tengdist svo við vegmælirinn og þannig virkaði þetta og þannig var hægt að fylgjast með því hvað vegmælirinn sýndi mikinn hraða og hvað margar mílur voru sigldar. Vöggustöðurinn, það öryggistæki sem hægt að setja í báta og myndin sýnir hérna og þetta ansi gott til þess að reyna að koma í veg fyrir það að menn sofni á stímunu til dæmis að tækið á að láta vita eða pípa á ákveðnu millibili. Til dæmis hægt að stilla það eins og segir frá 3 upp í 15 mínútum þannig að þetta pípi á þessu tíma og eins ef það verður vart við það að stjórntæki í bátsins að bregðast við öðruvísi en það ætti að gera þá á það líka að láta vita. Til að setja tækið á þá þarf að gera það með lykli og það hægt að læsa það í þeirri stöðu sem það á að vera í. Til dæmis getur skipstjóri beðið einhvern að stýra bátnum á stímunu og læst tækið í ákveðinni stellingu þannig að sá sem í brúnni ætti þá ekki að sofna á stímunu og skipstjórin fylgist þá með líka í gegnum það hvernig tækið lætur.